Sjómannadagurinn, hátíðisdagur allra sjómanna, fyrsti sunnudagurinn í júní ár hvert. Dagurinn var fyrst haldinn hátíðlegur þann 7. júní árið 1938 í Reykjavík og Ísafirði, en sérstakar sjómannamessur hafa þó tíðkast í kirkjum landsins frá upphafi 20. aldar. Þær fóru fram áður en þilskipin héldu til veiða eftir vetrarlagi, yfirleitt 3. eða 4. sunnudag eftir 13. Sjómannadagurinn var í upphafi stofnaður til þess að efla samstöðu meðal sjómanna og ekki síst til þess að gleðjast saman og minnast látinna sjómanna. Árið 1987 var dagurinn svo lögskipaður frídagur sjómanna. Sjómannadagurinn hefur alltaf verið þýðingamikill dagur fyrir íbúa í sjávarplássum landsins og í Skagafirði hann til að mynda haldinn hátíðlegur á 2 stöðum, á Sauðárkróki og á Hofsósi. Við hittum skipuleggjendur þessa 2 hátíða og spurðum þá fyrst hvers virði þessi dagur í augum Skagfirðinga. Hann hefur mikla þýðingu því að eins og annar staðar þá er hérna útgerðin og sjómennir stór hluta samfélaginu hérna. Og það alltaf mjög gott að minnast þess á þessum degi að fólk geti hist og haft gaman saman. Finnst ykkur að vera að einhverju leyti frábrugðið? Nú þú frá Hofsósi og þú fulltrúi hérna á Króknum. Þetta einhverju leyti ólíkt þó þetta sé svona nálægt og bæði í Skagafirði? Já, við erum alltaf hér á laugardeginum og þeir alltaf á sunnudeginum. Þetta eru kannski ólíkar hátíðir með það svona, þetta kannski meira krakkar að taka þátt í okkur. Þetta svona börnin fá að leika sér í sjónum. En ekki hérna, þar eru áhöfnirnar að keppa. Jú, bæði og það náttúrulega reynt að skemmta krökkunum. Þetta fyrst og fremst fjölskylduhátíð. Þegar þú ert að tala hátíðahöldin hérna á bryggjunni. Og síðan erum við með hérna í íþróttahúsinu hátíðakvöldverð og ball og skemmtun. Þannig að allir fá eitthvað við sitt hæfi. Þetta hjá okkur sko. Þá byrjar dagskráin bara byrjum hana á messu, bara á hafnarsvæðinu. Og svo heldur bara dagskrá áfram og svo semjum við sjómennina að taka siglingu eftir dagskrá og svo þegar allt búið á hafnarsvæði þá bara veisla upp í Höfðaborg. Og eru Skagfirðingar duglegir að taka þátt í sjómannadeginum og hafa verið það gegnum tíðina? Já, þeir eru mjög duglegir að taka þátt. Eina sem hefur oft hamlað ef það mjög kalt í veðri. En við skulum vona að við fáum betra veður næstu helgi. Starfsumhverfi og aðbúnaður sjómanna hefur sem betur fer tekið miklum breytingum frá stofnun sjómannadagsins. Með tilkomu Slysavarnaskóla sjómanna árið 1985 var bylting í öryggismálum og fjarskipti orðin allt önnur. Stærri skipin eru með háhraðatengingu og æ fleiri stunda orðið fjarnám borð. Daglegt líf sjómannsins hefur líka breyst mikið og svo það skipaflotinn. Hann hefur tekið breytingum. Ég náttúrulega búinn að vera sjálfur á sjó í tæp 30 ár, þannig að auðvitað hefur maður upplifað breytingar. Fyrst voru það bátarnir eingöngu og svo komu togararnir inn í þetta og nú það þannig að þetta eiginlega að koma tilbaka. Frystitogarinn að detta út og ístogarinn að koma inn aftur og þetta allt breytingum háð. Já, þetta nú svona eins og hjá okkur þarna hinum megin. Það þetta nú bara smábátarnir sko. Og það hefur verið að dala undan því sko. Þetta svona að fjara út svona verið störa sko. En þið í björgunarsveitinni Gretti á Hofsósi sjáuð hátíðina. Hvað ætlið að bjóða fólki upp á þetta árið? Við erum bara með þetta hefðbundna. Það kottaslagur og dorgveiðikeppni og karakappróður og svo siglingin og þetta bara svoleiðis dagskrá. Það sama hér, þetta bara hefðbundið og þessi atriði með. Þetta byrjar hér á siglingu á togurunum og svo heldur bara dagskráin áfram. Nú björgunarsveitin Skagfirðingasveit sér dagi hérna með okkur, gæta öryggis og allt hérna í kringum höfnina. Þannig að það hefur verið mjög gott samstarf við hana í öll þessi ár sem ég kom náttúrulega, þau eru reyndar orðin 35. Já. Og hérna, þú talar öryggismál og þið talar fjölskylduhátíð. Hafið þið náð að halda þessu sem einmitt fjölskylduhátíð og svona, hefur þetta gengið nokkuð vandræðalaust fyrir sig? Algjörlega vandræðalaust. Það bara verið þannig. Sammála því. Engin vandræði komið upp. Frábært, þá bara vona að
já, það birti til og svo gula láti kannski sjá sig. Þú varst búin að lofa því. Já. Já, það er gott að vera að fá sumar.